Mér var sagt að ég væri með glútenóþol og ég hafði aldrei heyrt talað celiaksjúkdóm. Þegar ég greindist þá fannst mér dálítið óþægilegt að þekkja engan með sjúkdóm eða með þessa greiningu, þannig að fyrsta sem ég gerði var að fara á netið og það er náttúrulega urmull lélegra upplýsinga og maður er alltaf að lesa ykkur hræðilega sögur. Þannig að þess vegna er ég mjög ánægð að vera núna komin í tengsl við fólk sem er með það sama og ég. Ég er ekki ein í heiminum. Ég og Georg Bjarnfreðarsson. Celiac disease? Nei, það ekki sama hjá þér? Jú, ég hef aldrei heyrt þetta. Nei, þekkir hún talið þetta sjúkdóm? Celiac? Já, celiac disease, celiac sjúkdómurinn. Ég hef bara aldrei heyrt þetta. Í ár fór fyrsta 100% glútenlausa framleiðslan í gang hér á landi, en Gæðaböxtur hefur tekið sína glútenlausu framleiðslu alla leið með því að hafa sér húsnæði undir eingöngu glútenlaust fæði. Áhöldin og umhverfið er þannig 100% glútenlaust og engin hætta er á smiti. En hvað er celiac? Celiac er krónískur þarmasjúkdómur og lýsir sér þannig að slímhúð smáþarmanna skaðast og bólgnar af völdum glútens. Glúten er prótein sem á uppruna sinn í hveiti, bygg og rúgkorni. Meðferðin við celiac er 100% glútenlaust fæði ævilangt. En það er ekki nóg að maturinn innihaldi ekki glúten. Maturinn má ekki vera smitaður af glúteni. Þetta þýðir það að einstaklingar með celiac verða að eiga sérristavél fyrir sitt glútenlausa brauð og passa að vera með sér áhöld svo það smitist ekki milli glúten og glútenlaust fæðis. Þetta þurfa aðstandendur celiac-sjúklinga, mötuneyti og veitingastaðir að vera meðvitaðir Móðir mín, hún átti mjög erfitt með að skilja þetta. Þetta, að fólk geti ekki borðað allan mat, hún skildi þetta ekki. Og hún sagði iðulega, og það þýddi ekkert að útskýra þetta fyrir henni, hún bara virtist ekki ná því, að Árdís mætti ekki borða ákveðna hluti. Já, en það er svo lítið hveiti í þessu. Þetta er ekki nema 50 grömm eða eitthvað svoleiðis og þú hlýtur að mega borða eina sneið. Og svona rak maður sig á og það var náttúrulega, fólk gat fyrst við ef maður komum einhver staðar og það voru eitthvað á boðstólnum og maður sagði bara, nei, takk, hún má ekki borða þetta. Og það var ekki skilningur fyrir þessu. Mér finnst þetta að hafa batnað. Mér finnst að fólk, það kaupir það í dag ef aðili segir, nei, ég má ekki borða þetta. Þá er það glútenlaust. Í Evrópu er það bara einhverjum 100 greindir með celiac, þannig að það má gera ráð fyrir því að celiac sé verulega vangreindur sjúkdómur á Íslandi. Matur er menning og margir með celiac og önnur fæðuónæmi tala hversu mikilvægt er að allt samfélagið sé meðvitað. Að fjölskylda og vinir sýni stuðning og að nóg framboð sé á glútenlausum mat, bæði í matvörubúðum og á veitingastöðum. Ég fer stundum út að borða, sem að ég gerði ekki fyrstu árin, af því ég þorði ekki. Ég fór einhvern tímann út að borða það og var bara mjög veik, þannig að ég þorði ekki dálítinn tíma. En þú veist, mér finnst bara partur af lífinu að fara út að borða, þannig að já, ég er búin að finna svona ákveðna staði sem ég treysti, en iðulega er þetta mjög mikið vesen. Ég hringi daginn áður panta borð og segi að ég sé með celiac
og þá náttúrulega veit enginn hvað það er og þá segja ég sem er glútenóþol og ég fann segja sem er glútenofnæmi af því að óþol er eiginlega gjaldfellt orð þannig að ég geri rosalega mikið úr því hvað er að mér svo að fólk taki mark á mér og það virðist vera það sem það þarf að gera á Íslandi. Ég fer ofta í Iðu í hennar bókakaffi af því að það er bara í götunum minni og þau eru með held ég 3 tegundir af glútenlausum kökum og þú veist það er æði. Svo er eitt skemmtilegt sem að kannski var lúxusvandamál að það var engin glútenlaus bjór á börum í Reykjavík en nú eru 3 staðir konur með glútenlausan bjór sem að ég fagna mjög nema auðvitað er glútenleysi orðið dálítið algengt í þjóðfélaginu og kannski sumir segja að setja dálítið í tísku þannig að oft er hann búinn en það er alltaf mjög gaman að geta farið og fengið sér einn bjór. Þú veist að það er, ég fagna því mjög. Fólk hefur valið sér þennan lífstíl og þetta er í raun og veru í tísku í dag. Já, og ég fylgi tískunni og alltaf gert það eins og sést.